Uppbygging stóriðju á Bakka við Húsavík gerir það að verkum að hjól atvinnulífsins snúast hraðar en mörg undanfarin ár. Formaður stéttarfélagsins Framsýnar segir að mikið verður umleikis næstu 2 árin. Þið hjá Framsýn, hvernig verður þið vör við þessi auknu umsvif? Þau koma náttúrulega bara fram í því að hér inn á svæði er að koma mjög mikið af verktökum sem er að koma hér til þess að framkvæma og þurfa bæði okkar þjónustu að halda og eins þurfum við að verja náttúrulega hagsmuni þeirra starfsmanna sem hafa verið að streyma hér inn á svæðið. Eru þetta smærri eða stærri fyrirtæki sem eru að koma hérna inn á markaðinn hjá okkur? Það má segja að þetta er fjölbreytt flóra, allt frá því að vera bara 2-3 starfsmenn upp í það að vera kringum 80 starfsmenn frá einu verktakanum, þannig að þetta er svona í bland og líka náttúrulega í bland erlend fyrirtæki og íslensk. Ertu þá fyrst og fremst að tala núna Þeistareykja að þar sé svona mestu umsvifin núna? Já, þetta er svona eins og dóminóspil, þetta er þannig að það er náttúrulega að byrja framkvæmdir og ganga vel upp á Þeistareykjum, menn er að byrja hér í gangnagerð og framkvæmdu við veg frá Húsavíkurhöfn og út í Bakka og síðan náttúrulega eru jarðvegsvinnan í gangi út í Bakka, þannig að þetta er svona keðja og auðvitað eru að tala um að hér þegar mest verði kringu 700-800 manns á svæðinu, hér á framkvæmdasvæðinu, þannig að þetta er svo sem rétt að byrja en næstu 2 ár verða hörku ár. Húsvíkingar hafa beðið lengi eftir slíkum umsvifum. Ekki bara beðið, heldur beðið sko, en það er alveg rétt en þetta endar vel og það er hérna allt komið og fullt og mikil svona bjartsýni og ánægja bænum með þetta allt saman. Er ungt fólk að flytjast til bæjarins heldurðu? Já, það er bara þannig að við erum að sjá náttúrulega verulega skiptingu hvað það varðar það er að segja að við sjáum að unga fólki er að flytja heim og það eru hér heilu fjölskyldunar að koma og fasteignaverð er á uppleið og þetta er ánægilegi tíma núna. Þannig að þú gerir ráð fyrir að íbúum fjölgi sem sagt. Já, íbúum er byrjað að fjölga hér á Húsavík þó að kannski sé ekki mikið fjölgun í sveitarfélaginu Norðurþingi en hér á Húsavík er bæjarbúum farið að fjölga. Hvers konar fólk er þetta sem er að flytjast heim? Er þetta brott fluttir þingeyingar eða? Já, hvort tveggja, það er hérna mikið, þetta eru húsvíkingar sem ungt fólk sem fluttir suður í nám og það er að skila sér tilbaka með fjölskyldum og svo er þetta bara fólk sem hefur komið hér kannski áður og bara hefur áhuga fyrir því að koma. Er mikið hringt á skrifstofuna til ykkar og verða að spyrjast svona hitt og þetta frá fólki sem er að spá í hlutina? Já, eðlilega, þá er það þannig og það er töluvert og svo reyndar unni svolítið í því núna að jafnvel að hér samfélagið koma sér á stað, eða verður ráðin starfsmaður í að svolítið sinna þessum hlutum og það er svona ákveðnu ferli. En hvað með fasteignaverð þá til dæmis, hefur það ekki rokið upp? Jú, fasteignaverði hefur farið upp og það er svona mennir farnir að fá meira fyrir eignirnar en fengu áður og sem betur fer því að það er eitt af því sem maður vil sjá hækka, það er að fasteignir bæjarbúa hækki í verði. Hvað með svokölluð afleidd störf sem að verða til? Já, við náttúrulega farnir að sjá það bara strax að það er töluvert orði af slíku störfum hér í samfélaginu og við getum hort til dæmis á það að eins og sér á flugvelli að nú að flugfélag Ernir að komi nýja flugvél og þeir bera því við að það sé aukin viðskipti hjá þeim og þeir að þurft að bæta við vélum og það er til dæmis 100% aukning á flugvöllunum hér, það voru 2 og verða 4 þannig að þetta er svona keðjuverkandi, verkfræðistofum hefur fjölgað, endurskoðendum hefur fjölgað þannig að við erum að sjá þetta, já, vel. En eru þetta störf sem eru til frambúðar? Já, þetta er, auðvitað blandast náttúrulega inn í þetta bæði störf sem eru verða til frambúðar og svo náttúrulega hinn störfi sem eru náttúrulega verða hér til á meðan að þessum framkvæmdum stendur. Þannig að það segir sér sjálft en við erum að sjá hér töluvert af störfum sem eru bara afleidd störf. Í fjölmiðlum daginn var verið að ræða það að það væri ólíklegt að ungt fólk væri að flytjast hingað til þess að fara að vinna í stóriðju. Já, ég blæs nú að svona kannanir og þessi rannsókn sagði ekki neitt. Ég veit ekki hvort ef að ungt fólk er spurt í dag ætlaði að vinna í verslun. Flestir myndu segja nei, ætlaði að vinna í stóriðju, nei, fiski, nei, kjöti, nei. En ætlaði að verða læknir að vera stóri, já, eða flugstjóri, já, eða jafnvel bankastjóri, já. Þannig að svona spurningar er alltaf leiðandi en ég í því sambandi vil nú benda á að ég sé fyrir mér að þessi vinnustafverði sem verður til á Bakka með 120 til 150 starfsmönnum að þetta verður góður vinnustafur sem að gefi góð laun
og það verið eftirsóknarvert að vinna þar og bendi á í því sambandi að Norðurál auglisti hér eftir sumarstarfsmönnum, ég heldur alltaf að ráði einhver 70 til 100 störf og það voru 500 manns sem að sóttu þessi störf, þannig að ég kvíði því ekki og blæs á slíka málflutning. Bæjar yfirvöld hafa verið að þrýsta á það þurfi að laga veginn milli Húsavíkur og Akureyrar, heldur að sú verði raunin? Já, ég efast ekkert það vegna þess að þetta orðið mikið til eitt atvinnusvæði, Eyjafjarðarsvæðið og hingað austur og það gleðilegt til þess að vita mitt í sambandi við það að þú varst nú að ræða þarna verktakan á þann að maður sér mitt þetta munstur, það gríðlega mikið af þessum verktökum sem að koma hér af þessu svæði, eitt stæðsti aðilinn í jarðvegsframkvæmdunum, það Eyfirðingur, kemur frá Ólafsfirði og þannig að verktakarnir að koma öllum svæðinu og ekki síst frá Akureyri og því svæði og ef við ætlum að byggja þetta upp sem eitt atvinnusvæði þá náttúrulega þarf þessi vegur hér á milli að vera til fyrirmyndar og góður og menn náttúrulega vonandi sjá fyrir endan á vaðlagagöngum og síðan það náttúrulega taka á veginu sjálfum frá Akureyri til Húsavíkur og þar á meðal að skiptum brúna yfir Skjálfandafljót sem bara hættuleg. En sýnist þér það að augu fólks sé að opnast fyrir mikilvægi þess að Norðurland verði eitt stórt atvinnusvæði? Já, ég held að það er bara vaxandi en hins vegar er alltaf spurning hvað svæðin eigi að vera stór. Ég sé alveg fyrir mig Eyjafjarðarsvæði allt frá Siglufirði og til Raufarhafnar, Þórshafnum að þetta getur orðið eitt atvinnusvæði og það er af hverju? Jú, það er vegna þess að það eru bættar samgöngur. Annars væri við ekki að tala um þetta að þetta veri hægt en þetta í styrkir leið allt svæðið og með góða tengingu til Akureyrar þar sem við erum með öflugt fjórðungssjúkrahús og háskólastofnanir og menntastofnanir og sterka þjónustaðala þannig að þetta er að hinu góða og við þurfum að tengja þetta betur með betri samgöngum. Þannig að þið Þingeyingar, þið farið brosandi inn í veturinn? Já, við gerum það sjálfsögðu og ekki síst þegar haustið er svona gott og ég sé ekki annað en að veturinn verður bara magnaður og góður og bara gaman.